þessu verkefni ætla ég að fara yfir matvælaframleiðslu á Seljavöllum og hvað þarf til þess að framleiða þessi matvæli. Ég ætla líka að fara aðeins yfir helstu verk á Seljavöllum og sýna frá þeim. Því ég veit að allir elska að kaupa konur og ég jeppa aftur skreppa. Ýmislegt mun gerast þar sumarkvöldin. Þá með einum oft í leinum ein ég fari það með skadað getur ekki neitt og mig dreymir oft það sem þar gerist þegar sólin rennur síðla bak við fjöllin því að sveitin engu lík. Ljósa nótt við leiðumst okkar vel við lækinn bak við ásinn þú og ég og hvað þar verður hvíslað veit nei. Hérna sýni ég þegar verið að setja í blandarann, en fyrst setjum við það bil 400 kíló af skemmdum kartöflum, það bil 330 kíló af korni, ég vil reyna 7 skjólur af kolmunamjöli, 4 stauka af kalkþörungamjöli, 2 stauka af salti og 2 stauka af steinefnum. Síðan setjum við 4 mismunandi rúllur af heyi en samt bara svona 400 kíló af hverri. En ég fari það með skadað getur ekki neitt og mig dreymir oft það sem þar gerist þegar sólin rennur síðla bak við fjöllin því að sveitin engu öðru lík. Upp til heiða, inn til dala liggja okkar tveggja spor. Strákur upp í sveit. Hann alltaf að reyna. Hérna sést þegar mamma að úrbinna læri. Það sem við fáum að lærinu eru aðalega steikur en einnig svolítið gúllas og hakk. Síðan líka smápartur af því afskorningur en honum bara hent. Það eru 2 leiðir til að nýta hakk. Það annaðhvort að pakka því strax og selja eða tvíhakka, það að segja hakka það aftur og búa til hamborgara. Allt í góðu lagi. Hér enginn á eftir öðrum heima á hlað. En það býr stúlka upp í sveit. Hún óheppin, ófríð og einnig talsvert feit. En þessi stúlka frekar sár því hún hefur ei séð á sér tærnar í 17 ár. En það allt í góðu lagi því í sveitinni heima hjálpast allir að. Já, það allt í góðu lagi. Hér enginn á eftir. Fyrst fara kartöflurnar í form. Svo fara færiband þar sem skemmdu kartöflurnar eru teknar frá. Síðan fara þeir í gegnum sigti sem flokka þær eftir stærð. Því næst fara kartöflurnar upp færiband og ofan í þurrksýru. Þegar kartöflurnar eru síðan orðnar þurrar þá fara þær í pökkun. Pökkunarvélin setur síðan rétt magn af kartöflum í pokana og lokar þeim.
Pókarnir eru síðan settir í stærri póka sem eru síðan settir á bretti. Því næst kemur vörubíll og tekur bretta. Já, það allt í góðu lagi. Því í sveitinni heima hjálpast allir að. Á Seljavöllum erum við með rétt það bil 40 kindur, svo það aldrei neitt sérstaklega mikill sauðburður, en samt eitthvað. Það allt í góðu lagi. Því í sveitinni heima hjálpast allir að. Já, það allt í góðu lagi. Hér enginn á eftir öðrum heima. Meðan á sauðburðinum stóð þurftum við að venja lamb undir aðra rollu. Ástæðan fyrir því var að lambið sem var vanið undir var þrílembingur og það oft erfitt fyrir rolluna að eiga 3 lömb þar hún bara með 2 spena. Síðan var líka rolla nýlega búin að missa bæði lömbin sín í fæðingu, svo þetta var alveg tilvalið. Þar sem rollan var búin að missa lömbin sín fyrir þó nokkru þurftum við að taka skinnið af einu dauða lambinu hennar og setja þrílembinginn í það. Hér myndband frá því þegar við vorum að taka skinnið af og ég vil alveg viðkvæma við þessu myndbandi. Ég bý í sveit, á sauðfé á beit og sællegar kýr út á túni. Sumarsól heit, sem vermir nú reit, en samt má ég bíl eftir frúnni. Traktorinn minn, reiðhesturinn, hundur á daldið af hænum. Kraftaverk eitt, til oss gæti leitt, írlega mei burt úr bænum. Veturinn erfiður mér, svo anskoti fótkaldur stundum. Ég sæi þig, hér eins og mig, ylja á þér tærnar á hundum. Það sem þarf fyrst að gera að grafa skurði og leyfa landinu að þorna. Síðan fengin ýta til að ýta skurðbakkana og svo hægt að plægja. Því næst tætt með jarðvegstætara og af því að þetta nýtt land þurfti að fara 2 umferðir. Síðan borin mykja yfir þetta og þá spildan tætt í 3. sinn. Því næst sáð grasfræi og borin á tilbúin áburður og lokum spildan völtuð. Sumarsól heit, sem vermir nú reit, en samt má ég bíð eftir frúnni. Ó, sumarsól heit, sem vermir nú reit, en samt má ég bíð eftir frúnni. Ó, sumarsól heit, sem vermir nú reit, en samt má ég bíð eftir frúnni. Ó, sumarsól heit, sem vermir nú reit, en samt má ég bíð eftir frúnni. Ó, sumarsól heit, sem vermir nú reit, en samt má ég bíð